Aðeins meira öryggi sjúklinga. Ég fór aðeins í gegnum hvernig atvikaskráning hefur þróast í gegnum árin á Íslandi. Ég er nefnilega með skjal í höndunum sem undirritað af einum æðsta stjórnanda Landspítalans að atvikaskráningakerfi var sett upp á öllum tölvum spítalans í byrjun árs 2003. Þá hófst innleiðing. Ég veit fyrir víst að 2007 var þetta verkefni tekið út og dæmt misheppnað. Mér var nefnilega boðin staða við tilraun 2 sem ég hafnaði. Árið 2011-12 var innleitt nýtt atvikaskráningakerfi hjá öllum heilbrigðisstofnunum landsins sem var beintengt inn til landlæknis. Árið 2019 tilkynnti landlæknir á heilbrigðisþingi að búið var að kaupa nýtt atvikaskráningakerfi. Datix og auglýst var eftir lækni til að innleiða þá landsvísu. Eins og kemur fram á vef landlæknis að Landspítalinn og Sjúkrahúsið á Akureyri skila pappírsskýrslu einu sinni tvisvar á ári atvik. Það er nú all þróunin. En meira öryggi sjúklinga og atvikaskráningu í þessari bók. Það er ekki allt sem sýnist.